Komið sæl og verið velkomin í þennan þátt á vegum VR sem heitir H fyrir hagfræði. Í þessum þáttum fjöllum við efnahagsmál og mannamáli. Ég heiti Halla Gunnarsdóttir og formaður VR og með mér Ásgeir Brynjar Torfason, doktor í fjármálum og eitthvað alls konar fleira, ritstjóri vísbendingar og ég veit ekki hvað. Og við förum svona víða völl en allt tengist það efnahagsmálum og í dag ætlum við að tala hagfræði leikskólana. Og fáum til okkar Henný Hinz, aðstofaframkvæmdastjóra Alþýðusambands Íslands og hún var einnig formaður í nefndum að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Oft þegar rætt leikskólana þá erum við að einblína á þá sem menntastofnanir og uppeldisstofnanir og íverusta barna þegar að foreldrar eru í vinnu. Allt þetta mikilvægir þættir og áhugaverð umræða og mikilvæg. En í dag ætlum við hins vegar bara að fókusa svona á leikskóla í samhengi við efnahagslíf. Veistu hvað mér langar að tala í dag? Það er ómögulegt að vita. Mér langar að tala leikskóla. Já. Ég er samt búin að tala látlaust leikskóla núna vikum saman. Við höfum verið í mikilli svona varnarbaráttu í Reykjavík fyrir foreldra, vinnandi foreldra. Hvað var það svona almenna leikskóla og gjaldtöku og annað slíkt. En mér langar samt einhvern veginn að halda áfram. Já, mér finnst það frábært. Ég er nýorðin afi í annað sinn og varð fyrir hálfgerðu sjokki fyrir 3 árum þegar ég varð afi í fyrsta sinn að það hafði svo lítið breyst síðan fyrir 30 árum þegar ég varð pabbi í fyrsta sinn. Þú meinar þegar kemur aðgengi að leikskóla? Já. Það er slatti breyst innan leikskólan? Jú. Ég er ekki byrjar að sjá það, þau eru svo lítil. En hvernig hefur að tengja þetta við hlaðvarpið okkar? Sko, mér finnst við ekki kannski alveg geta talað leikskóla hagfræði að því við erum að tala hagfræði á mannamáli en kannski hagfræði leikskóla. Hagfræði leikskólana. Það væri mjög verðugt verkefni. Og smá spennandi því að kannski umræðina sem við höfum verið í hafa meira snúist leikskólana sem vinnustað, fyrsta skólastigið, uppeldisstofnun, vistunarstað barna og meðan foreldrar eru í vinnu. En nú ætlum við bara að einbeita okkur að svona hinn efnahagslegu umgjörð og hvaða þýðingu leikskólar hafa fyrir efnahagslífið og hvort og síðan bara svona hvaða áhrif þetta hefur allt saman á starfsemi leikskólana sjálfra. Þetta er gífurlega mikilvæg grunnstoð í hagkerfinu þó hún kannski hafi þótt full mjúk til að teljast með sem innviður eða mikilvægur grundvallar þáttur að þá sér maður það þegar að það virkar ekki hversu mikilvægt það er fyrir hagkerfið en það verður einhvern veginn verið tekið sem gefnu sem er furðulegt. Þannig við erum að fara inn í leikskólamálin sem svona grjóthart mál. En samt með mýkt og mildi. Já, það er mikilvægt í pólitískri umræðu dagsins í dag. Ég er ekki harður afi, ég er mjúkur afi. En áður en fyrir þangað og eftir ætlum að fá Henný Hinz, aðstofaframkvæmdastjóra Alþýðusambandsins sem hefur fjallað talsvert þessi mál og hefur á þeim ríka þekkingu. En áður en við leggjum að stað þangað, það voru að koma nýjar verðbólgumælingar. Já. Nýjar vísitölu mælingar, öllu heldur. Frá Hagstofunni sem leggja grunninn að mælingunni á verðbólgunni sem að síðan Seðlabankinn horfir á eftir 2-3 vikur þegar þeir ákveða stýrivexti aftur. Ásta Jenny sem kom til okkar í þáttinu verðbólguna, hún er búin að vera að reikna væntanlega. Já, og með einhverju slatt af kollegum sínum í Hagstofunni mæla og meta hvernig verðlagið í landinu hefur breyst. Og hvað er að gerast? Það er bara allt að hækka áfram. Það er allt að hækka. Þetta er ekki gott, sko. Nei. Verðbólgan stendur í stað, en við erum að sjá þessa vísitölu hækkun milli mánaða. Þannig að, sko, það sem er eiginlega verst í því, hún stendur í stað í 5,2%. Já. Ef maður vill fara í aukastafina eins og í Sviss þá eru vextir á húsnæðislánum skoðaðar á öðrum og 3. aukastaf en við erum að reyna að sjá það hún fór úr 5,16 í 5,19 hún er hækka örlítið og það sem að sko verðbólga er yfirleitt alltaf miðuð við ársverðbólga hækkun frá því fyrra ári
og síðan það mælt með breyting milli mánaða stundum til að vita svona hraðan eða þróunina og svo þegar að maður að skoða svona á mánuð eftir mánuð og verðbólga ársverðhækkun að þá skiptir máli sem sagt viðmiðuna mánuðurinn þannig að núna erum við að skoða febrúar og þá það hver staðan var í febrúar í fyrra sem skiptir máli þannig að þetta svona, já, ef maður vill fara alveg inn í hérna djúp undir stöður þess hvaðan verðbólgan kemur til að reyna að skilja af hverju allt að hækka. En þá erum við, ef við erum að horfa á ársmælingu, þá erum við ekki bara að hugsa hvað gerist í febrúar á þessu ári, heldur líka hvað gerist í febrúar í fyrra, ekki satt? Já, og það sem að hefur gerst síðan þá, þannig að þetta var það sem vorum að ræða síðast líka, þá komu þessi gjöld inn áramótahækkanirnar í janúar, núna eru sko það horfið eða fjarandi út síðan sko fer þetta yfir í aðra liði, ég meina hækkanirnar á bílakostnaðinum koma náttúrulega inn í brauðið að því að bakarinn sem bakar brauðið eitthvað þarf að keyra það, þannig að þú veist, þetta svona seytlar niður í liðina á milli annarra liða, þannig að ég meina rafmagni hækkar að þá tómatarnir hækka aðeins þegar verða að nota rafmagni, þannig að þetta yfir tíma og svo þetta svona seytlun á milli en í raun og veru það þessi árshækkun sem grundvöllur mælingana og það ennþá að halda áfram að vera 5,2% hækkun á verðlagi yfir 1 ár sem að mjög slæmt, mjög mikið í alþjóðlegum samanburði og búið að vera svo lengi sem vont hér og að það sé ekki að fara niður, þetta hafi ekki bara verið þetta skot út af vörugjöldunum og kílómetragjaldinu, heldur þetta að halda áfram og ef maður fyrir að skoða þessa undirliði vístölunar, hérna, ég ætla ekki að fara í kaffilíkið þitt aftur síðast en að það sem vont að hún á svo breiðum grundvelli, þar sé að það margir af undirliðunum sem eru að draga þetta áfram. Húsnæðisliðurinn og reiknaða húsalegan ekki að hækka eins mikið og verið hefur, þannig að hún ekki lengur að draga áfram verðbólgunni eins og að vandinn hér á síðustu árum en sem kannski gott í sjálfu sér, húsnæðisverðið ekki að draga áfram verðhækkanir á mat en það sem þó vont í staðin að matvaran að hækka og mjög margir öðrum liðum að hækka og jafnvel þó að innfluttu hlutinni séu ekki að hækka af því að verðbólgan meira og minna búin út í heimi og gengið manns sem ég bætti í ekki að valda verðbólgu hér, gengið nokkuð stöðugt og hérna, þannig að þetta bara það eru bara allir að hækka allt hérna. Það allir að hækka allt og það finna örugglega allir fyrir því þegar þeir fara út í búð. Já, og þá erum við kannski orðin einhvern veginn vön því að við getum bara alltaf fengið síðan launahækkanir til að halda í við það en við erum í raun og veru bara að halda öllu óbreyttu eða En það stundu talað sko að launin keyri áfram verðlagið en við hefum verið að skoða þetta svona svolítið aftur í tíman og það eiginlega frekar það að við séum alltaf eins og eftir að reyna að halda í við hækkandi verðlag af því að það hækkar hérna eins og núna, nú náttúrulega verðlag að hækka alveg vel umfram kjarasamningsbundna launahækkanir. Já. Þannig að það kjara rýrnun með svona mikilli verðbólgu verður kjara rýrnun. Ef að það markmiði til að kæla hagkerfið, ef maður trúir því að verðbólgan sé að koma vegna þenslu í hagkerfinu, við förum svona aðeins tilbaka í þessar fyrri umræður, að þá það einhver góð kæling og ég meina ef að það síðan koma samdráttur og uppsagnir, þá það gott, ég seti inn á gæslappa það kælir hagkerfið en það veldur atvinnuleysi og hörmungum hjá einstaklingum en trúin út frá kenningunum módulunum að ef að það á að valda því að verð hætti að hækka og verði fari að stöðvast, verð hækkaninn að fara að stöðvast og verði fara að stabiliserast að þá það ansi dýru verði keyptur verðstöðuleiki að fara í
gjaldþrot og uppsagnir og þannig ég held að við þurfum að snúa umræðinu svolítið frá þessum bendi leika og það var þér að kenna, nei það var þér að kenna að byrja af hverju þetta svona og hvernig getum við undið ofan af þessu svo þetta hætti að vera svona, því að þetta ekki það er ekki hægt að hafa þetta svona. Það er ekki hægt að hafa þetta svona. Svo líka koma nýjar atvinnuleysistölur frá Hagstofunni sem að mælir áframhaldandi stíganda í atvinnuleysi. Það er kannski rétt að taka fram að við horfum yfirleitt meira í atvinnuleysistölur Vinnumálastofnunar af því að það er svona talning á þeim sem að eru að leita sér að vinnu sem að eru á atvinnuleysisskrá og eru að leita sér að vinnu og meðan Hagstofan mælir þetta með spurningakönnun. Það breytir því ekki að báðar þessar tölur hafa verið að stíga upp. Já, og það er sem ég myndist á þetta jafnvægisatvinnuleysi til þess að hagkerfi sé í jafnvægi að það reyndar furðurlega breyttist á einhverjum tímapunkti en ég held að það sé hátala sem miðuð við núna og síðan það hinn þátturinn af því að við erum búin að vera á tímabili þar sem er búin að vera svo mikill hagvöxtur drifin áfram á mannafla innflutningi þar að segja og núna er fókusinn farin á við þurfum að skoða hagvöxt á mann og kælingin er orðin af ýmsum þáttum, ég meina á ferðaþjónustunum líka út af alþjóðlegum atburðum, það er miklu færri ferðamenn á Bandaríkjunum og miklu samdráttur þaðan, þannig að og kannski voru við líka komin á einhvern bara stað í fjölda ferðamanna sem við ráðum við, þannig að þá er ekki lengur verið að byggja fleiri hótel eða fjölga fólki og þá er sælu ánægð með að það sé aðflutningu fólks er að minnka kælingin er að koma þaðan en allar svona breytingar þegar við förum úr einhverju ástandi það sem var alltaf bara stígandi og svo erum við að fara í það sem á kannski að vera í jafnvægi en það er mjög erfitt þegar þú ert að fara úr vexti jafnvægi, sérstaklega ef það síðan fyrir að fara niður á við og afleiðingarnar af því þó að sé gott fyrir kælingun og þensluna og eins og ég hef yfirlega bent á 2% hagvöxtur er miklu betri en 4% hagvöxtur. Það er ekki markmið að hafa sem mestan hagvöxt það er ekki þjóðfélag er ekki hagnaðardrifið fyrirbæri sem á að vera með sem mestan hagnað eða mestan vöxt af því að það reynir á svo marga aðra hluti en að finna einhvers konar eðlilegan stað að vera á getur valdið að vaksa nóg þannig að þú óttast að þegar það verið að reyna að taka í bremsuna þá í rauninni fari þeir eru búin að tala um mjúka lendingu en þú veist í 3 ár þessi verðbólga sem er búin að vera ég veit ekki hvers konar lending það er ef við erum ekki að fara að lenda en síðan núna ef það fer síðan harkalega niður þá getur verið ansi svona óþægilega harkaleg lending í staðinn. En þá kemur frystnivandinn og það er að hækka stýrivexti núna í mars. Og við hefum svolítið verið að benda á það í VFR svona ótta okkar við það að eða svona kannski bara þá staðreind að þú nærð ekkit endilega miklum árangri í að takast á við verðbólguna með því að kreista skuldar á leigjendur meira. Ég allavega hef á tilfinningunni með það sem við sjáum í okkar gögnum og okkar félagsfólki að þú veist, það sé búið að kreista þau eins mikið og hægt að kreista. Já, og ég átta mikið á hvort að þegar maður fyrir að reyna að greina hugsunin á bakvið kerfin eða yfirlýsingar peningastefnunefndarinnar að því að við vorum með húsnæðismarkaðin sem var að draga upp verðbólguna að því að húsnæðisverðar var að hækka svo mikið. Var það markmiðið með háa stýrivöxtunum að láta vera svona dýrt að taka lán til að kaupa húsin til að kæla verðhækkanir á húsinu eða er það þetta að láta fólk borga svona stóran hluta af laununum sínum til þess að þenslan í annari eyðslu minki og þetta hoppar svolítið á milli ef maður er að hlusta ef maður er með það hobby að hlusta á hverjum peningastefnu nefndarfundar ákvörðana fólkið út af því halda svona blaðamannafund og fá einhverja blaðamenn og hagfræðinga úr bönkunum að spurja sig að
ég næ ekki alveg skýrri rauðri línu eða þræði. Það er sko, núna held ég, komið kæling á húsnæðismarkaðin, að því hluta til að því að var byggt rangt magn af húsnæði og lítið af litlum íbúðum fyrir ungt fólk og mikið af einhverjum luxusíbúðum sem ekki með luxus og þú veist, þannig að kælingin þar kannski af einhverjum allt öðrum ástæðum heldur en vaxtabreytingunum. Já, og síðan heldur þenslan bara áfram af því að þeir sem eru ekki skuldsettir hafa úr nógu að móða í sínum kjarabótum og eyða því í utanlandsferðum eða hér og halda upp í verði þannig en þá ég að koma samt hærri stýrivextir til að draga úr þenslunni þessi viðhalda í rauninni svona auka pening í vössunum hjá sumum en taka peningin úr vössunum hjá öðrum. Það það sem háir stýrivexti gera. Já, og það það sem held ég að valda því hversu illa þetta gengur að fá verðbólguna sjálfa niður. Að því að það verður einhvers konar sumir fara bara upp, njóta vaxandi kjarabóta meðan aðrir eru bara að eyða meira og meira á hverju mánuði í hækkandi matarverð og hækkandi húsnæðisverð. En talandi matarverð, þá sjáum við það í tölunum núna að matvara enn að hækka og við höfum áhyggjur því sko í fyrra þá hækkaði hún alveg í janúar, febrúar, mars og á meðan stundum hefur þótt svona eðlilegt að koma einhverja hækkanur áramót þegar laun hækka og kjarasamningsbundin og laun hækka taka gildi og annað slíkt og kannski einhver gjöld hækka og allt þetta en hún hækkaði mánuð eftir mánuð í fyrra og við höfum verið að sjá þennan endalausa stíganda í henni og það sem við sjáum núna að það innlenda varan sem að keyra áfram matvöruverðshækkanir. Já, og það getur verið, ef maður fyrir á undirliði þar, ég meina það nefnd búvöru verðalagsnefnd búvara sem ákveður hækkun þar sem að horfa á bara hækkun á kostnaðinum fyrir bændur að búa til lambakjötið eða og almenna verðþróun og síðan það rafmagnið sem að hækka og tómataræktunin þá hækkar og tómatan hækka þannig þetta sko virðist vera bara á flest öllum innlendu liðum matvaruna sem að fara upp og það sko virðist vera bara af væntingarnar að verðalagshækkanir og launahækkanir og þetta allt þurfi bara að vera í stöður í 5% hækkun sem sko galin hugmynd af því að verðbólga eins og ég lærði í útlöndum verðbólga bara levelhækkun á verði frá einhverjum tíma út af einhverju áfalli eða einhverju ástæðu innrás orkuverðshækkun eitthvað og það verðlagi stígur úr einum stað í annan og svo það þar en hér virðist með þessum stöðu að langa verðbólgutíma vera að festast í sessi einhvers konar trú á það að verðlag haldi bara áfram að hækka 5% stöðugt og allir fara að byggja inn bara kerfi í að hækka alla samninga með við það sem sko galin hugmynd og það tapast náttúrulega trúverðuleiki á bæði gjaldmiðlinn, það tapast alltaf verðiskinn, það tapast trú á samningarhaldi verð og þessin þetta sett inn í samningarna sem hræðilega slæmt því þá bara viðhelst þessi spírall og hvernig á að stöðva það, hvenær ætlum við að láta af þessari vitleysu. En við verðum að segja sko að þessi mæling sem kom í morgun að hún eykur ekki bjartsýni okkar á að kjarasamningar haldi í haust. Við erum með forsenduákvæði sem miðað við að ársverðbólga þurfa að vera undir 4,7% til þess að samningar haldi og miðað við þessar hækkanir að þá þarf aldeilis að þurfa þau sem að stýra verðlagningu landinu aldeilis að horfa inn á við og hugsa hvað getum við gert til þess að dempa þetta í vonum að kjarasamningar haldi í haust því að það líka mjög erfitt fyrir okkur í verkalýðshreyfingunni að fara til launafólks og segja já þið felldu ykkur við 3,5% kjarasamningsbundnar hækkanir og taxtahækkanir í okkur þær eru líka viðmiðið þegar kemur að þessum persónubundnu launahækkunum og þessum markaðslaunum sem svona stærstur hluti vafferfélaga á og þannig að það bremsa á þessu öllu saman
á sama tíma og húsnæðiskostnaðurinn hækkar og verðlag fer hækkandi og gjöldin fara hækkandi, þannig að þetta bara að verða svolítið flókin staða. Ískikilegt ef það verið að miða við 4,7 þá eins og allir hafi verið að hækka sig bara 4,5 núna og markmiðið sé núna ná úr 5,2% verðbólgu niður í niður 0,5%, niður fyrir 4,7 og þá séum við sloppin. Er það í alvörunni hagstjórnin í landinu að þessi frábært að verðbólgan sé ekki yfir 5%, heldur hún sé komin undir 4,7%. Akkurat. Það er allavega viðmið sem við höfum. VR reynda gagnrýndi það, þetta væri svolítið hátt og reynda líka að hefði verið hátt síðasta haust, en þetta var niðurstaðan og við höfum eftir að sjá hvað gerist í haust. En við ætlum að dempa okkur í leikskólana. Já. Í leikskóla er gaman og hún ætlar að koma til okkar, Henný Hinz, og við ætlum að spjalla eins við hana hagfræði leikskólana. Spennandi. Við ætlum að dempa okkur í að tala eins leikskólana út frá efnahagsmálum og Henný Hinz, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, er komin með dálitla reynslu af leikskólamálum, bæði svona faglega og praktíska. Þú leiddir starfshóp stjórnvalda að brúa bilið sem skilið af sér nýverið og kannski þú byrjar að segja okkur örlítið frá því af hverju var sá hópur settur á laggirnar. Já, og það var smá aðdragandi að þeim hóp. Fyrst svona þegar þetta var, getum við sagt, rætt í þessu samhengi var í aðdraganda kjarasamningana 2024. Þá var fjallað þetta í þjóðhagsráði og auðvitað í kjölfar mikilla umræðu leikskólamál og vanda fjölmargra foreldra við að brúa bilið og það er auðvitað í samhengi við vinnumarkaðinn, áhrifin á tekjur foreldra og atvinnuþátttöku og við vorum svona, það var tekin saman smá efni fyrir þjóðhagsráð þetta bæðum það auðvitað hvernig fæðingarorlof er að þróast, hvernig takan á fæðingarorlofinu er. Því við höfum auðvitað þessi tvö kerfi, maður svona aðeins efnislega fyrir inn í þetta sko. Við höfum þessi tvö stóru mikilvægu kerfi sem eiga að, sem getur við sagt svona grundvöllurinn að jafnrétti og atvinnuþátttöku og tækifærum til þess að samþætta það að eiga fjölskyldu og vera á vinnumarkaði. Fæðingarorlofskerfið og leikskólakerfið, við höfum byggt þau upp með mjög framsæknum hætti hér á landi. Og ljóst að þau hafa auðvitað þróast og á síðustu 3 áratugum getum við sagt að það hafi auðvitað orðið mjög stórstíga framfæri í þessum efnum. Við erum komið 12 mánaða fæðingarorlof og við höfum auðvitað ég vil segja eitt besta leikskólakerfi í heimi. Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það. Það er hins vegar þannig að þó að við höfum fæðingarorlofskerfi sem á að tryggja báðum foreldrum samvistir við börn, þá er það ennþá þannig að konur taka umtalsvert lengra fæðingarorlof en karlar. Og í raun og veru alveg frá stofnun kerfisins eins og það er í núverandi mynd, að þá hafa konur tekið allan sinn sérgreinda rétt, kallar mennum að tekið líka sinn sérgreinda rétt, en konur hafa tekið allan sameiginlega réttin. Þannig að konur taka í dag nærri 3 mánuðum lengra í fæðingarorlof en kallar. Og þetta hefur verið svona sagan í gegnum það. Svo höfum við leikskólakerfi sem við höfum byggt upp með mjög myndarlegum hætti, en það eru hins vegar fæst börn sem að fá vistun þar fyrir einhvers staðar svona í kringum 2 ára aldurinn. Og við gerðum á þessu smá svona skoðun þarna 2023 í vinnunni fyrir þjóðhagsráð því að gögnum þetta er ekki mjög aðgengileg. Hvað er umönnunarbilið? Hvað er það langt? Og mismunandi milli sveitafélaga? Mjög mismunandi milli sveitafélaga og jafnvel hverfa í bænum. Þannig að við svona reyndum að kortleggja þetta, átt okkur líka á því hvort að sveitafélagin væru almennt með viðmiðið reglur þetta og hvernig þeim gengi að fylgja þeim eftir og svo framvegis. Þá auðvitað svona blasir ákveðin mynd við að það er vissulega þetta langa bil. Flest börn eru að komast á leikskóla einhvers staðar svona nær öðrum afmælisdeginum, fæðingarorlofi 12 mánuðir. Þetta bil er að valda því að við vitum það að atvinnuþátttaka kvenna er, þó hún sé mjög mikil á Íslandi og eins og mesta í heiminum og jáfnvel sú mesta bara, að þá er atvinnuþátttaka kvenna minna en karla, konur eru líka frekar í hlutastörfum og þarna sáum við strax vísbendingar í gögnum sem við skoðum að áhrifin á tekjur kvenna í kjölfar barneigna,
hvernig þær þróuðust, voru allt aðrar en á tekjur kalla. Hvernig þá? Tekjur feðra. Já, tekjur kvenna, þarna höfðum við, eins og segi, kannski fyrst og fremst bara vísbendingar það að það yrði mjög mikið tekjufatt hjá konum í kjölfarbarneigna sem að við sáum ekki með sambarlegum hætti hjá körlum. Tekjur þeirra stóð í stað og svona frekar kannski hækkuðu. Þetta fengum við svo kannski staðfest síðar með rannsókn sem að við fjöllum svo í skýrslunum að brúa bilið. En þetta var svona aðdragandinn af vinnunni. Og svo ratar þetta málefni inn í yfirlýsingu stjórnvalda í tengslu við kjarasamninga svona um stuðningsaðgerðir vegna samningana. Þarna vorið 2024. Það sem að kveðið á það að það verði farið í vinnu við að kortleggja aðgerðir til þess að brúa þetta umönnunarbil á milli fæðingarorlofs og leikskóla. En þetta er mjög sérstakt að eins og segir það er framsækið fæðingarorlofskerfi og svo mjög gott leikskólakerfi en svo hefur einhvern veginn þetta bil verið skilið eftir svolítið lengi. Það hefur styrst eitthvað í því með lengingu fæðingarorlofsins og leikskólinni að hafa farið eitthvað aðeins neðar, eða hvað? Já, það hefur auðvitað gert það yfir tíma ef við horfum 20-25 ár aftur í tíma þar sem að fæðingarorlofi var umtalsvert styttra og auðvitað leikskólakerfið að byggjast upp. Við getum sagt að staðan í leikskólamálum núna fyrir hópin sem á öðru ári það bil eins og hann var fyrir hópin á þriðja ári fyrir svona 25 árum. Þannig að já, umönnunarbili hefur sannarlega styrst. En við gerum líka eðlilega öðruvísi kröfur í dag. Það eru öðruvísi kröfur til fjölskyldna og sannarlega hefur þetta hefur komið niður á möguleikum kvenna aðalega, en auðvitað hefur þetta áhrif á alla foreldra, þetta hefur auðvitað bara áhrif á svona lífspúslið eins og við þekkjum nú flest sko. Og en jú, þetta hefur horfið til betri vega, en það sem að auðvitað, já, vekur athygli manns þegar maður fer svona að skoða þetta að við höfum eins og þú segir sko, þarna svona ákveðið ábyrgðarbil. Við höfum auðvitað þessa tvo opinberu aðila, ríki og sveitarfélög, sem að getum sagt svona bera ábyrgð á þessu tímabili í líf okkar eða þeim kerfum sem að eiga að styðja við fólk á því tímabili. Ríki með fæðingarorlofskerfið og svo hins vegar reka sveitarfélögin leikskólana, en þetta talar ekki endilega saman. Og þetta ólíkt því sem að við til dæmis sjáum í nágrannalöndum okkar og það fjölluðum við talsveit í vinnunni, að við erum með þetta ábyrgðabil. Það í raun og veru engin lagaleg ábyrgð á tímabilinu frá því að barnið 12 mánaða þegar fæðingarorlofinu lýkur og þangað til að hefur grunnskólagöngu. Þó að vissulega auðvitað hafi sveitarfélögin tekið að sér mjög stórt hlutverk og sinnt rekstur leikskólan í flestum tilvikum með miklum sóma, að þá samt sem áður ekkert sem að það er ekkert í lögum sem að gerir það verkum að þau eigi að sinna þessari þjónustu og það er engin réttur barna eða foreldra til þess að fá þessa þjónustu. Og foreldrar eru svolítið þeirri stöðu bara að vera að redda þessu og kannski mæður meira feður með þessi gögn og annars vegar þetta náttúrulega þessi fjárhagslega streita og líka sko veist ekki hvenær þú kemst aftur í vinnu, getur verið erfitt í samskiptum við atvinnurekanda, bara ég í fæðingarorlofi og svo verður bara að sjá til og svona skapar óvissu og vinnustað, en líka bara mjög svona streitu valdandi væntanlega fyrir fjölskyldur með lítil börn. Já, ég held að það sé nú alveg á hreinu. Ég stakk upp á fyrir þessar kosningarna síðast og ég skil ekki að náðu ekki flugja að þetta bjóða upp á sko af- og ömmu orlof, sem svona fæðingarorlof fyrir afar og ömmur sem getur redda þannig á þessu 12 mánaða til 18-24 mánaða tímabili sko. Já, allir við höfum ekki svolítið byggt á kannski svona því stuðningskerfi á Íslandi, það hefur komið okkur langt sko, það er kannski ástæðan fyrir því að það ekki verið, getur við satt stundum kannski meiri pólitísku þrýstingur á að það opinbera tryggi það að það sé þjónustast til staðar sko, og svo getur það auðvitað haft alls konar áhrif ef við ætlum að fara og sérstaklega eftir því sem að svona samfélagi verður fjölbreyttara, þá verður það sífellt kannski fleiri hópar, fyrir utan það auðvitað bara að, ég meina, atvinnuþátttaka er mikil hér í öllum aldurshópum, líka eldri, þannig að það eru auðvitað fjölmargir sem eiga bara og afa á vinnumarkaði. Þannig að bara algengar en hitt en talandi þetta að sko í þessum hópi, og ég satt nú í þessari nefnd með þér fyrir hönd Alþýðusambandsins, en þú leiddir hana en mér langar aðeins svona að við komum aðeins ofan í
hafa framkvæmt svo kallar þjóðhagslegt mat á þeim ólíku leiðum sem mætti fara til að brúa bilið. Það annars vegar með því að lengja fæðingarorlofið og hins vegar með því að leikskólinn næði lengra niður. Sko, ef bara byrjar að segja okkur aðeins hvað þjóðhagslegt mat og hvað sýndi það fram á? Já, einmitt. Þjóðhagslega mati var svona eitt af tækjunum sem við notuðum til þess að leggja mat á áhrif þess á, getum við sagt, samfélagið allt, bæði á foreldra, á ríki og sveitafélag, fjárhag ríkis og sveitafélag og á atvinnulífið, af því annars vegar að hafa þetta umönnunabil eða brúa það, getum við sagt. Hvað myndum við sem samfélagi heild græða á því að tryggja öllum börnum leikskólavist frá 12 mánaða aldri. Svo þetta, getum við sagt, að því við erum að tala að þetta brú, við erum með þessi 2 kerfi sem við viljum að mætist eitthvað staðar og það sé tryggð eitthvað staðar ábyrgð og skýr sína á það hvernig þetta myndar eina samfellu. Þá þetta önnur leið að brúa það er úr hinni áttinni með því að lengja fæðingarorlofið. Þannig að við skoðum hvort tveggja áhrif þess að tryggja öllum börnum leikskólavist við 12 mánaða aldur og hins vegar áhrifin af því að lengja fæðingarorlofið í 18 mánuði og brúa bilið með þeim hætti. Og eins og ég segi, við gerðum þetta út frá þessum svona 3 þáttum, tekjum eða svona, fjárhag fjölskyldna á tekjur ríkissjóðs, sveitafélaga og svo á atvinnulífið, því að þetta hefur auðvitað vissulega áhrif á fjölda vinnustunda, áhrif á framleiðni og verðmætasköpun í samfélaginu. Niðurstaðan af þessu var í stuttumáli svo að það er þjóðhagslega mjög hagkvæmt að tryggja öllum börnum leikskólavist frá 12 mánaða aldri. Matið var upp á það að það væri samfélagslegur ábati sirka 11 milljarða á ári að brúa bilið með því að tryggja öllum börnum leikskólavist. Áhrifin eru auðvitað þau að atvinnutekjur foreldra auðvitað aukast og og við það þá hækka tekjur ríkissjóðs og útsvar eykst og vinnustundum í atvinnulífinu fjölgar. Það sem að hins vegar, kannski getum við sagt, sá aðili sem kemur neikvætt út úr þessari leið eru auðvitað sveitafélögin. Því að þau standa straum af rekstri og byggingu leikskóla. Þannig að þetta leggst svolítið ólíkt og það er kannski, getum við sagt, svona ein af ástæðan fyrir því að í okkar tillögum þá er mjög rík áhersla á það að þetta sé sameiginlegt verkefni þessara tveggja opinberu aðila. Það sé alveg ljóst að þeir þurfa að tala saman það hvernig þessi 2 kerfi að mætast og hvernig eigi að fjármagna það. En samfélagslega ábatinn, þá tekur inn þessar útsvarstekjur og atvinnuþátttökuna og foreldrarnir komast aftur á vinnumarkað, en dregur frá líka kostnaðin við kerfin. Já. Drögum við frá, annars vegar náttúrulega foreldrar hafa auðvitað kostnað af því að það eru leikskólagjöld, það tekið til þeirra og svo þá kostnaðins opinbera af því að reka kerfin og byggja þau upp. Þetta er allt hluti af matinu og að því segir svo skoðuðu við hins vegar áhrifin af því að lengja fæðingarorlofið og þar fengum við hins vegar það sem stundum við kallaðu neikvæður ábati sem er náttúrulega alltaf svolítið svona áhugaverð framsetning en hann var það mat var neikvætt 6 milljarða á ári og fyrst og fremst þá vegna þess að auðvitað þá lækka tekjur ríkissjóðs talsvert og ríkissjóð þarf þó að fjármagna fæðingarorlof í 6 mánuðum lengur en það gerir í dag og hins vegar fyrir sveitafélögin þá er útkoman örlítið jákvæðari því að þau eru þá ekki að reka leikskólana með sama hætti og ef við tryggjum öllum börnum frá 12 mánaða aldri en fyrir auðvitað atvinnulífið eru áhrifin af þeirri leið neikvæð þar sem að vinnustundum eðlilega fækkar En enginn reiknaði út ábótan af því að fá að vera heima með 12 til 18 mánaða gömlu barni til peningaverðis. Nei, þannig eru við... Þess vegna er hann neikvæður ábati. Já, þess vegna er hann, já. Og sumum finnst það kannski neikvæður ábati. Já, en einmitt, þetta eru auðvitað fyrst og fremst og það tökum við fram. Í fyrsta lagi er þetta auðvitað bara, þetta er þjóðhagslegt mat og þeim stærðum sem við getum með svona, getum við sagt, aðgengilegum hætti út frá opinberum gögnum, lagt mat á og þannig til dæmis heldur ekki tekið til langtíma áhrifa því auðvitað vitum við það að lengri fjarvera
frá vinnumarkaði getur haft ýmis langtíma áhrif á til dæmis möguleika kvenna á vinnumarkaði til lengri tíma, á tekjur þeirra til lengri tíma og svo framvegis og svo auðvitað tekur svona mat ekki til ýmissa annara þátta sem að bæði jákvæðar og neikvæðar sko. Það má alveg það má alveg hugsa sér ýmsa aðra þætti þarna sem að svona mat gerir ekki, þannig þetta bara ein nálgun en þetta er ekki skýrslan fjallar ekki eingöngu þetta en okkur fannst mikilvægt að draga þetta líka fram að og auðvitað kannski líka svolítið til þess að sýna það auðvitað þetta leggst ekki með jöfnum hætt á alla aðila. Það er ólíkt það eru mismunandi aðilar sem borga fyrir mismunandi leiðir sem við förum í þessu og auðvitað þetta er svona hlutir alltaf að taka mörgum háð en það er mikilvægt að skoða þetta út frá mörgum hliðum. Já, en það er líka sko, ég held að þau eru líka að taka með í reikningin að einhvers staðar eru börnin sko og meðan við erum að reikna þetta út og pæli hvernig það vera þá eru þau einhvers staðar og kannski bara í öryggur umönnun foreldra sinna, kannski á einhverjum stanslausum þvælingi, kannski á dagforeldrum, kannski á einhverjum einkareknum ungbarnaleikskólum, þau eru einhvers staðar. Þetta er streita í lífi náttúrulega allra foreldra að finna út úr þessu og ná þessu samspili. En sko, nú veistu slatt leikskóla, en var eitthvað í þessari vinnu bara frá því að þú leggur á stað í þessa vinnu með þjóðhagsráð og bara síðan þangað til núna þegar það er búið að skila sér skýrslu, lærður eitthvað leikskóla sem þú vissir ekki? Já, alveg fullt og þetta var mjög áhugaverð vinna og það sem að mér fannst kannski einna svona áhugaverðast var að fara yfir sögu kerfisins, hvernig það hefur byggst upp, hvernig löggjöfin hefur þróast auðvitað er þetta kerfi sem er byggt upp á stórum hluta fyrir tilstilli auðvitað kvennahreyfingarinnar og hennar baráttu. Fyrsta svona löggjöfin um dagvistum barna er sett í 1973, ég held ég muni það rétt og það var mjög fróðlegt að lesa greinargerðina með því frumvarpi því hún er býsna svona framsækin, þar er einfaldlega fjallað um það að dagvistakerfi fyrir öll börn sé forsenda þess að að jafnrétti kynjanna geti einfaldlega orðið að veruleika. Þetta sé mjög mikilvægt bæði jafnréttistæki og til þess að og í svona þjóðhagslegum skilningi. Og það sem er líka áhugavert er að í lögunum, svo þróast þessi löggjöf og löggjöfin sem við erum með í dag, hún er kannski í grunninn svona frá því í kringum 1994 eða svona 91 og 94 eru svona leikskólalögin í núverandi mynd að verða til en það var líka áhugavert að sjá það að á fyrri stigum þá höfum við haft það sem sérstakt markmiðin í lögunum getum við sagt tvíþætt, annars vegar að leikskóli tæki við að fæðingarorlofi þetta var markmið fyrir árið 1994 og jafnframt getum sagt var þetta tvíþætta hlutverk, annars vegar að leikskólinn væri mikilvægt jafnréttistæki til þess að styðja við atvinnuþátttöku og samfélagsþátttöku beggja foreldra og hins vegar að við værum að tryggja börnum góða og faglega umönnun og menntun ungum börnum og þetta hefur svo kannski svona við höfum kannski svolítið horfið frá þessu, nú er löggjöfin leikskólana fyrst og fremst með að því að fjalla leikskólan sem skólastig en þessi áhersla kannski síður svona í lögunum og í mínum huga eru þetta ekki andstæði pólar, þetta getur algjörlega haldist í hendur og í raun og veru kannski stutt hvort við annað. Já, þetta fannst mér áhugaverð svona saga að við í raun og veru fórum frá því að ætla þessum, getum við sagt, þessum tveimur kerfum og þá með allt annað fæðingarorlofskerfum við þekkjum í dag að mætast yfir í það bara í raun og veru búa til þetta gat í löggjöfinni. Og þó að þetta hafi auðvitað verið svona tiltölulega opið markmiðsákvæði en þá svona lýsir það samt ákveðinni sín. Að ferða úr, já, þetta var ekki okkar besti áratugur, 10. áratugurinn, það var skrítinn. Og ég fekk svolítið sjokk, það var grein, ég veit ekki hvort þið nýttu þá vinnu, sem sagt tekjutap kvenna við barneignir. Þetta var lokaritgerð í fyrra í hagfræðinu, Una Margrét Lyngdal skrifaði síðan greinbæði vísbendingu en vann í fjármálaráðundinu og ég fekk hálfgert áfall að sjá hvað í raun og veru, þú komst inn á þetta rétt áðan í byrjuninni, hvað íslenskar konur
tapa rosalega og náði ekki upp á 5-10 árum sko, við að eignast börn að því að við erum alltaf með ímyndina við séum rosalega jafnréttis sinnað samfélag og svona en það bara rosalega tekið upp við eignast börn og svo sjáum við náttúrulega bara mjög mikla fækkun í barneignum á 1 áratug eða 12 árum og við erum komin í bara Evrópu meðaltal 1,6 barn á konu meðan við vorum alltaf langt yfir Evrópu með 2,1 eða 2 börn per konu og þetta hangir kannski eitthvað saman og svolítið svekkjandi. Já, þetta er svona einhver alþjóðleg þróun, það var frétt enn minkandi fæðingatíðni í Japan á leiðinni hinga þegar ég var að keyra hinga til ykkar áðan. Getur hún orðið minni? Nei, en en já, algjörlega, þú nefnir einmitt, þetta var svona hitt atriði sem ég ætla að því þú tala svona eitthvað sem að mér þótti sérstaklega áhugavert í þessari vinnu og það var einmitt þetta sko og ég sagði hérna upp að við hafðum svona vísbendingar þetta í aðdragandunum en svo erum við svo heppin einmitt að Una Margrét fer í þessa rannsókn að skoða áhrif barneigna á tekjur foreldra og þá koma þessar sláandi niðurstöður í ljós að ég meina tekjur hvernig að lækka þannum yfirlega þriðjung á fyrsta ári eftir fæðingu barns á meðan áhrifin á tekjur feðra eru nánast engin og þetta eru svo mikið langtíma áhrif og það auðvitað segir manni eitthvað á sögu að það er eitthvað sem að gerist þarna sem að ekki bara á akkurat á meðan að þú ert í fæðingarorlofinu og svona meðan þú ert aftur að koma þig tilbaka inn á vinnumarkaðinn heldur hefur þetta áhrif til lengri tíma þannig að umönnunarbyrðin er augljóslega ekki ennþá jafnara drift en þetta með þessar tölur að minnsta kosti og þannig það var auðvitað mjög svona það var gott að fá þetta sjónarhótt inn í vinnuna og skiptir auðvitað greiðlegu máli ef við erum líka því við erum nú svona kannski að horfa núna á leikskólamálun í þessu svona þjóðhagslega og vinnumarkaðslega samhengi, það er auðvitað að ræða þessi mál út frá svo ótal mörgum vinklum en þetta er auðvitað klárlega eitthvað sem að skiptir verulegu máli inn í þá umræðu. En svo tók, að því vorum að tala löggjöfuna þannig, ég var líka eitthvað að grúska hann í þingtíðindum og ég tók eftir því á þessa breytinga 91 og 94 að þá er líka bara rosalega mikið verið að ræða verkaskiptingu ríkis og sveitafélaga hver er að gera hvað. Já. Og við erum í rauninni ennþá ekki búin að landa því almennilega og það er ennþá viðfangsefni þegar kemur þessari brúum bilsins. Já, og ég held að það voru nú kannski ekki síst held ég núningar maður svona lest á milli línana í greinagerðum og svona aðdraganda löggjafarinnar þarna 91 og 4 að það hafi mitt verið undirliggjandi því að þetta var að þetta var kannski tekið út úr löggjöfinni og og ég held að það sé alveg rétt, það er augljóslega núningur það hvaða hlutverki og þess vegna kannski með þetta, við höfum ekki stigið það skref að lögfesta leikskólastigið sem skyldu sveitafélagana, getum við sagt, og við höfum heldur ekki farið í það að lögfesta rétt barna til leikskólavistar og hluta því má sjálfsagt rekja til einmitt þessa núning sem tekjuskiptingu milli ríkis og sveitafélaga og hver á að sinna hvaða þáttum í þessu og ég held í raun og veru það er alveg sem að hvernig maður snýr þessu því að það er auðvitað þú veist, ef við ætlum að finna einhverja varanlega langtíma lausn á þessu sem er kerfislegt því það er auðvitað það sem að máli skiptir að við byggjum upp kerfi sem að allir hafi tiltölulega jafnt aðgengi að og geti verið þessi forsenda sem að fólk gengur að þegar það er með ung börn að þá þarf það að leysast á vettvangi hins opinbera í samtali ríkis og sveitafélaga og við erum einfaldlega komið þetta svo er þetta að fara í alls konar umræður einhverja lausnir til skemmri tíma eða eitthvað sem að kannski hugsanlega lagar stöðu einhverja ákveðna hópa tímabundið eða eitthvað slíkt en ef við viljum horfa þetta svona uppbyggilega og tryggja það að við séum raunverulega að leysa málið svona fyrir allan megin þorra foreldra og til lengri tíma þá þurfa þessir aðilar að eigum þetta samtal. Ekki hafa svona samkeppni milli sveitarfélaga mismunandi leikskóla módelkennd við bæjarfélögin þeim byggða á einhvers konar samkeppnum að lokka til sín starfsfólk eða bjóða mismunandi pakka á eins og þetta sé markaðsvara ef ég
lesi rétt í svona nýlegar fréttir undanfarið. Já, einmitt og við vorum auðvitað ekki kannski í þessari vinnu sérstaklega að horfa á þennan þátt eða fjallum einstaka leiðir sem að ólík sveitufélag hafa farið en auðvitað klálega tengist þetta og það er auðvitað einmitt eins og þú nefnir, það er það sem kannski svona vekur svolítið athygli manns í umræðinu núna leikskólamálin að það er svolítið hætt að fjallum þetta eins og við alla jafna fjöllum þá opinberu þjónustu sem við höfum tekið ákvörðun að reka í sameiningu ekki á markaðslegum forsendum, heldur út frá þörf, út frá því að hvernig samfélagsgerð við viljum tryggja, hvernig aðgengi fólks við viljum tryggja að heldur einmitt út frá svona meira út frá einhverju svona umræðum hvata og hvernig við stýrum framboð og eftirspurn eins og við kannski gerum mitt markasvöru og þjónustu. Aðalega eftirspurn samt. Það er aðalega verið að stýra eftirspurn. Aðalega verið að stýra eftirspurn, sko, já. En við höfum svolítið, náttúrulega, í ASI og VFR og svo líka BSIB, höfum verið svolítið gagnrýnin á þessar breytingar sem hafa verið að verða á leikskóla þjónustu sveitafélagana og það er alveg rétt að þetta er svona mikið á svona markastengdu orðfæri í tengsli við hana og síðan eru gjaldskrárnar orðnar svo flóknar sko að það er nánast ógerningur að bera það saman á milli sveitafélaga. Það meiri sér bara erfitt fyrir þig sem foreldrar vita nákvæmlega hvað þú ert að borga, það þarf að vera reiknivél og þú ert að setja inn í reiknivélina tekjur þínar og fjölda barna og vistunarstundir og hversu marga hálftíma og er það kortir viðbótu ekki og það þarf að skrá barnið á einhvern skráningadögum sem er búið að búa til og monetisera þá, þeir kosta allir eitthvað ákveðið og allt eru þetta almenni vinnudagar þetta er bara venjulega dagar í lífi venjulegs launafólks en tölum aðeins þetta Henný, þú veist, hvað er það sem að þér hefur þótt vera slæmt við þessa þróun? Það er náttúrulega ýmislegt þarna sko og svona sko, kannski áður maður ávarpar þetta þá er engin launung að því að það hefur auðvitað orðið breyting í starfsumhverfi leikskólana, það er búið að gera bæði ákveðnar breytingar á vinnutíma og svo þetta bara samfélagsbreytingar sem verða og ýmislegt sem að klárlega kallar á umbætur í leikskólakerfinu og það fjöllum við í skýrslunni og talsveit mikið og fjöllum ýmsa þætti sem að þarf sannarlega hugavarðandi mönnun og starfsumhverfi og það er engin launung, það þarf að manna leikskólana betur. Það þarf bara að fjölga starfsfólki og það er ýmislegt í svona umgjörð eins og bara varðandi húsnæði, varðandi svona aðbúnað og ýmislegt svona sem við þurfum bara að standa okkur betur í og það er engin launung. En að því þú ert að nefna þessa svona sérstaklega þetta varðandi sko gjaldskrárnar og þetta aukna flækjustig og þetta er breyting sem að einmitt hefur orðið, það er ekkit ígjamörg ár síðan að gjaldskrár meira minna allar sveitafélög voru svipað upp byggðar og það var í raun og veru tiltölulega lítill munur á hæstu og lægstu leikskólagjöldum í landinu og hann var ekkur en allt var þetta svona, getum við sagt, mjög keimlíkt þetta hefur breyst mjög mikið á svona tiltölulega skömmum tíma og kannski og sumt kannski án þess að það hafi fengið mikla umfjöllun og flækjurnar í þessu eru einmitt eins og þú segir sko, þannig er auðvitað verið að búa til ýmsa hvata aðalega til þess að stytta vistun í leikskólum, það er undirliggjandi markmiðið og þá búa til fjárhagslega hvata fyrir foreldra til þess að draga úr vistun sem að hefur ýmis áhrif á ólíka hópa, hefur áhrif á atvinnuþátttöku, hefur áhrif á möguleika fólks til þess að púsla hversdeginum og alls ekki þannig að endilega þeir sem eru í þeirri stöðu að þurfa mest á þjónustur að halda getum við sagt nýtt sér þessa hvata heldur þannig að gjaldtakan lendir kannski með hörðustum hætti á þeim. Svo eru þetta í þessu öllu það sem að svona vekur kannski einna mest athyglimast, það er þessi áhersla á tekjutengingar og að því við vorum að tala sko leikskólinn er bara einn ágjöf fyrir opinberu þjónustu sem við rekum og við almennt tekjutengjum ekki opinbera þjónustu eða notkun á henni. Þannig að þetta er svona, getur við sagt, þetta er svolítið nýtt. Og svona fræðilega er hægt að gera miklar athugasemdir við þessu hugmyndum og tekjutengja opinberu þjónustu. Já, og við getum sagt sko að ef maður horfir á þetta svona bara
þú veist, út frá bara einhverjum hagfræðilögmálum, að þá við erum hér með mjög tekjutengt skattkerfi sem auðvitað fjármagnar þessa þjónustu. Við erum á Íslandi líka, því við erum að tala barnafjölskyldur, með mjög tekjutengtan barnastöðning og það er tiltölulega bratt. Svo bætum við þessu við. Þannig að við erum komið með þetta, þú veist, það sem við stundum viljum tala sem jaðarskatta, sem er leiðilegt hugtak, en þannig að það þarf kannski litlar breytingar í tekjum þínum sem að eru hjá fólki á þessum aldri. Fólk er það er að vinna sig upp á vinnumarkaði, fólk er að koma inn og út, það er að eignast börn og svo er það að fara í fæðingarorlof og tekjurnar eru að sveiflast og það er að koma úr námi og fara kannski þú veist, þannig að þetta er umbreytingatími hjá mörgum og tekjurnar eru á svona ferðinni, getum við svolítið sagt. Þetta er og þú veist, að því þú talar flækjustig, þá vekur náttúrulega svona upp spurningar, hvernig á að gera þetta? Þú veist, hætta eignast börn? Svona fyrir utan það, en bara praktist, þú veist, þú hugsar þér, þú ætlar að tekjutenginga, ætlar að horfa til tekna liðins ás, ætlar svo að gera þetta upp árið eftir, hvernig verður tekju eftirlitið, það er heilmikil svona skriffinska og eftirlit í kringum það tekjutengda gjaldtöku. Þú veist, þú þarft að og eins og segi, fær þá fólk bakreikning ef að tekjurnar verða örlítið hærri en fólk gerði ráð fyrir, eða það voru í fyrra, eða fær það endurgreitt, eða það voru lægri en fólk áætlaði. Þú veist, þetta er ég sé ýmsar svona praktískar flækjur í þessu. Ég veit ekkert hvernig það útferða, það getur vel verið að það sé búið að og ég veit við lifum vissulega á tækniöld og upplýsingar eiga að vera aðgengilegar í rauntíma, en þetta er samt sem áður staðan víða þar sem eru tekjutengingar, að það þarf á endanum að gera það upp. Við tekjur okkar liggi ekki fyrir við erum búin að gera skatt fram til og allt þetta og svo má þetta ekki gleyma því að barnafólk eru þetta líka sá hópur í samfélagi sem hefur gjarna þyngsta framfærslubyrðina. Þannig að tekjufólks eða atvinnutekjufólks segi ekki endilega alla söguna. Þetta er skuldsettasti hópurinn sem að er með þyngsta greiðslubyrðina og svo framvegis og svo bætum við þessu ofan á. Þannig að áhrifin af þessu geta svona þetta getur haft svolítið svona keðjuverkandi áhrif sem að við sjáum ekki alveg fyrir kannski endan á. En þetta er líka svona þessi fræðilega gagnrýni á tekjutengingar, að þær eru óbúslega erfitt stýritæki og þær eru náttúrulega atvinnuletjandi og þú sér það að þú stendur frammi fyrir því ef að taka nokkar aukavæktir milli okkar hjónin til þess að eiga fyrir fríinu eða jólunum eða eitthvað slíkt, en þá ertu einhvern veginn að hætta á að barnabæturnar lækki og leikskólagjöldin hækki og þá verður þetta svo flókið reikningsdæmi og við sjáum það líka að þú óskar eftir launahækkun og þá fer kannski bara fyrsti 20.000 kallinn að þú fær kannski 30.000 krónur launahækkun og fyrsti 20.000 kallinn fer bara í aukin gjölda þegar þú fórst upp tekjuflokk. Þannig að þetta er ofboðslega svona flókið og erfitt að nálgast þjónustu svona. En síðan annað, þegar ég bjó í Bretlandi þar sem að ég var að vinna með svona kvennalista í stjórnmálum og þar er ekki almennt leikskólakerfi og það var bara baráttumál okkar númer 1, bara almenn leikskólakerfi og maður sér það í löndum þar sem að þessi kerfi voru ekki byggðu upp á 8. og 9. og 10. áratugnum, að þar ertu bara með stjórnmálaflokka, félagasamtök, alls konar hreyfingar sem bara segja bara universal, bara almenn kerfi, þau eru best, þau eru ódýrust, þau veita bestu umönnun og menntununa, þau eru jöfnunartæki og þau virka best fyrir foreldra. Þannig að einhvers staðar þá þetta svolítið svona áhyggefni að við séum að bakka svolítið frá því að því að tekjutengt kerfi eru ekki það sem kallast almenn kerfi. Þannig að þetta getur grafið undan þeim. En örstutt jafnréttismat. Það var framkvæmt, nú var Reykjavíkurborg að keyra í gegnum sína eigin Reykjavíkurleið og það var svona framkvæmt jafnréttismat á þeim hugmyndum. Hvernig fannst þér það að horfa við? Já, einmitt, þetta var svona eitt af þeim atriðum sem var gagnrýnt þegar tillögurnar komu fyrst fram í haust, að það hefði ekki verið framkvæmt neitt jafnréttismat og Jafnréttisstofa hefur nú meðal annars bent á þetta í tengslum með þessar breytingar, að það væri mikilvægt að svona mat fari fram. Í fyrsta lagi verð ég nú að segja af lestri þessa mats það áttar maður svona ekki á því almennilega hver framkvæmdi það, maður hefði kannski haldið að það væri aðskilda utanaðkomandi aðili framkvæmdi svona mat, en ég myndi ekki að telja að það hefði verið í þessu tilviki. Og
og þetta svona, já ekki að segja að þetta mat sé býsna almennt og það svona meira talið að mögulega geti tillögurnar ef að markmiðum styttingu ganga eftir, þá gæti þau ekki jafnrétti. Það svona, ef ég reyna að knúsa niðurstöðnar eins og ég las þar. Það hins vegar ekkert, það liggur ekki fyrir endilega mat á því hvað áætlað að þessar tillögur og þessir fjárhagslegu hvatar sem búið að setja inn í gjaldskotnar, hvaða áhrif þær eigi að hafa til að stytta vistunartíma. Og þannig að mér finnst nú tengingi þannig á milli svona býsna óljós og svo nú þetta fjallað að þetta sé að það sé ekki talin að verði verulegu kostnaðarauki fyrir foreldra og það auðvitað bara mjög ólíkt eftir því hvað þú þarft að nýta af vistun. Fólk sem í fullri vinnu og þarf svo að koma sér til og frá vinnu, það þarf að nýta fulla vistun 8,5 tíma á dag, bara einfallega til þess að láta daginn ganga upp og fyrir langflesta fullvinnandi foreldra það talsverður kostnaðarauki og það sem maður velti líka fyrir sig þannig að mér sýnist ekki vera að gera mikil tilraun þannig til þess að vinna með raunveruleg gögn stöðu foreldra í Reykjavík. Hvernig eru til dæmis bara tekjudreifing foreldra í Reykjavík. Það ekki horft á það og eins og við minnstakosti þar sem að við höfum geta greint út frá gögnum að þá langstærstur hluti foreldra í Reykjavík með tekjur sem eru fyrir ofan öll afsláttamörk í þessu og það ekki gerð neinn til þess að gera svona greiningu eða þá það hægt að skoða tekjur eftir kyni. Við höfum þær upplýsingar aðgengilegar í opinberum gögnum og þannig að það ýmislegt svona sem maður velti fyrir sér hvernig ekki gert í jafnréttismati. Þannig að já, það en það líka verið að hækka talsvert á einstæða foreldra, nánast alla eða flesta hópa þar. Já, það eru það líka á einstæða foreldra sem að þurfa að nýta fulla vistun. Þá svona í einhvern tilfellum kannski bara óbreytt staða eða hækkun ef þeir eru með tekjur svona fyrir ofan meðaltal og en auðvitað líka allt þetta sem þú nefndir hér áðan, allir þessi viðbót með skráningadaga, með aukna óvissu, með þegar þurfa leggja niður fyrir þér nákvæmlega hvað þú þarft að nýta þjónustunni hvaða dag sem getur bara verið heilmikið flókið í hversdeginum sko. Og ennþá flóknara ef þú ert einn að sjá barnin ef það eru 2 aðilar. Já, þetta ákveðið 2 ári hvernig páskafríinu verður háttað og jólafríinu. Heyrðu, en ég held að við séum bara búin að taka alltaf góðan snúning á þessum. Ég líður samt eins og við getum haldið áfram. Ég held að þetta séu ágætt í bili. Já, það mjög erfitt að afmarka sig í þessari umræðu því það eru auðvitað á henni, eins og við nefndum í náðan, svo margar hliðar og við höfum auðvitað bara snert núna á þessari svona, ég getur við sagt einmitt, svona þessari þjóðhagslegu og vinnumarkaslegu þáttum sem að auðvitað skipta gríðarlegu máli en auðvitað hefur leikskólakerfið mjög svona víðtækt hlutverk í samfélaginu. Þetta eitt af okkar svona, eina af okkar grunnstoðum og gríðarlega mikilvægt eins og þú nefndir hér bæði jafnréttis og jöfnunartæki líka fyrir forsendur barna áframhaldandi í lífinu og þannig að það til mikils að vinna við stöndum vel að þessu. Takk fyrir komuna Henný Hins. Takk fyrir mig. Takk. Ásgeir Brynjar, það var svolítið gaman að hlusta á Henný sem náttúrulega mjög víðtæka þekkingu á þessu sviði og kannski kom ekki fram að hún 6 barna móðir þannig að hún hefur nú líka mjög svona praktiska reynslu af leikskólanum sem foreldri. En svona hvað finnst þér standa upp úr eftir þetta samtal? Já, sko ef við þurfum að fara frá hinnu þjóðhagslega og alveg niður á heiði persónlega, sko ég meina við megum ekki gleyma því nám eða það að vera í skóla náttúrulega persónulegt, sko. Ég fekk að fara inn í leikskóla á Akureyri síðast árið, þetta náttúrulega bara galdur að koma inn í leikskóla á hverju mótni þegar maður á afabað þar, sko. En hins vegar þjóðhagslega þegar við erum búin að taka alla leikskóla og öll leikskólabörn og setja það inn í einhverja hagtölu að þá kannski smá hættulegt að reikna það bara út á þeim grunni. Þú veist, það var viðskiptaráð sem reikna út að vera þjóðhagslega hagkvæmt að stytta framhaldsskólan úr 4 í 3 ár. Af því að það
þá kemur fólk ári fyrr út á vinnumarkaðin og önnur lönd væri með það þar, en við glemdum að fjölga vikunum á þessum 3 árum, þannig að núna komast krakkar ekki inn í skóla úti að því við styttum hann. Þannig að við mögum ekki gleyma tímapunktunum sem skipta kannski máli í viðbót við hérna þjóðhagslegu stærðir. Og hvað ertu með í huga þegar kemur að leikskólanum? Já, sko, auðvitað, ég held að sé sko gott í sjálfu sér ef við vorum að stytta vinnuvikuna, foreldrar séu meira með börnunum, börnur að vera kannski aðeins styttra í vistun. Hins vegar held ég að sé líka mjög mikilvægt jafnaðarpunkturinn að allir byrji í leikskóla, við hljótum að geta búið til kerfi, alveg eins og allir byrja í 6 ára bekk og það er ekki eitthvað skortur á plássum, það bara byrja allir í 6 ára bekk, við hljótum að geta gert kerfi, þetta er ekki eins og við séum að senda þau til tunglsins, sko, þetta er bara kerfi sem við þurfum að byggja upp þannig að þau geti byrjað í leikskóla þegar þau eru búin í fæðingarólofi og kannski af og ömmu fæðingarólof þannig að 36 mánuð á milli. Já, við erum ekki mjög spenntar fyrir þessari hugmynd, sko. Nei, mér langaði bara svo að vera... Þið langar í fæðingarólof, sko, en það er ekki víst að það sé samt það sem er þjóðhagslega best. Nei, en það smá... Sko, en alveg gott að huga einhvern svona leifum og fólk geti verið svolítið saman í þessu, sko, en það er svolítið erfitt að byggja almenn kerfi svona upp. Já, og þú veist, þannig erum við komin í eitthvað svona velseldarhagkerfis pælinguna og svo er einhver lög farsæld barna, þú veist, ég held við verðum að fara að geta hugsa kerfislega samhengi á milli þessari kerfi okkar, þannig að það sé ekki einhver bútasaumur og einhver brúar bil sem að síðan gangi ekki upp og síðan er náttúrulega þessi svona hagfræðilega, þessi þrílemma á milli, sko, það þarf náttúrulega að vera, sko, maður þarf að efna og setja börnin sín í leikskóla fyrir launin sem hún tapar á móti, það þarf að vera einhver gæði, þú veist, að þú vilt ekki vera að kaupa ódýrari leikskóla ef þú ert á lægri launum eða, þú veist, þetta er svona hagfræði vinkilin á þetta og svo verða náttúrulega að vera, þú veist, góð laun fyrir kennarana sem, ég meina, það, að því að var kínverska 9 ári og þeir voru að sína svo flotta róbota sem voru að gera svona listir sínar kínverðina, ég meina, myndið þú vilja setja barnið þetta á leikskóla sem væru róbotar að passa það? Ég er ekki alveg vissum að en það er rosalega hagfræðilega og þetta er svona bámál sem þú nærð ekki framleiðinni aukningu í leikskólum eins og þú nærði í smjörlíkisverslun. Það á ekki vera markmiðið. Nei, börn eru ekki smjörlíki. En þjóðhagslega mati er samt ekki beinleins að segja það. Það sem þarna verið að benda á er að núna er bil. Já. Og það er bara laissez-faire bil, sko. Já. Það er bara hver er sjálfur sér næstur og einhvern veginn verður þetta og þeir sem að fara með, þú veist, konfektin á ungbarnaleikskólan eru líklari og kannski einhverju sem verður þekktir og aðri verða undir, sko, og þessu kunni ekki leikreglunar, það er detta út, sko. Þetta er glata kerfi. Það er þetta sem þarf að loka, sko. Og svo er komið upp eitthvað svona, ef ég skildi það rétt, svona samkeppni milli sveitafélagana til að lokka til sín leikskólakennara að bjóða eitthvað og er það góð leið þannig að sé verði skortur á leikskólakennurum þar sem er lengri vinnutími eða minna boðið, þú veist, þetta hefur allt verið prófað, sko, aftur úti, ég meina, framhaldsskóla sem buðu iPad og frí á miðvikudögum, sko, þeir fóru síðan á hausinn, sko, og menn fóru tilbaka í höfum samræmt kerfi, þannig að allir læri svolítið og hérna, ég held að, sko, það er ekki gott kerfi þar sem hvatinn til þess að vera leikskólakennar er að þú þegar verður ólétt og það þarf að koma barnið inn á leikskólan að þá sækjur að vera leikskólakennara því þá kemst barnið inn á þannig erum við komin eitthvað aftur í eitthvað. En þetta er ekki óalgengt í dag. Nei. Þetta er ekki óalgengt. Og svo færðu náttúrulega líka afslátt á leikskólagjöldum, allavega í svona helstu sveitarfélögum. Heyrðu, en ég held að við förum að setja punktinn við umræðina leikskólana út frá hagfræðilegu sjónarhorni. Takk fyrir í dag. Takk.